Við kynnumst líka sviðsstjóra Íslands, Eyþóri Árnasyni sem jafnframt leikari og verðlaunaskáld og nú með glænýja ljóðabók í höndunum. Eyþór Árnason, leikari, ljóðskáld og sviðsstjóri með meiru nú laus út úr allskyns myndverum og hokri og komin upp á glæsilegustu sviði landsins. Hann sér sviðsstjórn í Hörpu en gefur sér tíma til að hripa niður eitt og eitt ljóð. Hann hlaut bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar fyrir 2 árum fyrir Hundgá úr annarri sveit og nú komin út ný bók eftir Eyþór, svo ég komi aftur að ágústmyrkrinu. Jón Egill Bergþórsson tók hús á þessum fjölhæfa Skagfirðingi. Ég byrjaði sem sviðsstjóri 1987. Þá byrjaði ég. Kom upp á stöð 2 þegar að 9 mánuðir voru búnir af stöðinni. Eða hún búin að starfa 9 mánuði. Og byrjaði að vinna í þeim frægu þáttum Heilsubælið. Það var svona fyrsta stóra sem ég tók þátt í. En að vera hér í Hörpunni svona aðeins öðruvísi. En svona í grunninn þetta svolítið líkt. Þú þarft að stilla upp ákveðnu sviði og þú þarft að hafa allt klárt og svo kom áhorfendur í salinn og tónleikarnir byrja eða eitthvað þannig, eða veislan byrjar eða eitthvað þannig. En þetta ekki alveg eins og beinar útsendingar. Þú getur kannski frestað tónleikum að þeir byrjum 1 mínútu, eitthvað þannig. Ekki kannski, en þegar maður hér með beinar útsendingar sem hefur nú verið hér, þá getur verið dálítið stress, til dæmis, forsetinn kominn áður við byrjum, eða eitthvað svoleiðis. Hann týndist hérna fyrsta kvöldið þegar við vorum að opna húsið og það var bara ekki hægt að byrja því að forsetinn var ekki kominn. En svo fannst hann. 1 mínútu í, þá gekk hann í salinn og þá var talið í. Já, ég hef skrifstofu upp á 5. hæð. Með fallegt útsýni yfir Esjuna og líður mjög vel þar uppi. Það var mjög gott í upphafi þegar við vorum að byrja, við fluttum inn í húsið, þá var verið að smíða það. Og þá var þetta smá friður þarna uppi fyrir bara látum, annars var ekki hægt að komast húsið fyrir fólki, fyrir iðnaðarmönnum og alls konar fólki sem var bara djöflast að reyna að klára húsið, sem var náttúrulega algjört kraftaverk. En núna í seinni tíð, þá hefur mér fundist bara gott að sitja niður í mötuneytinu. Þar kom allir, það eru svona svæði þar sem allir í Grænuborg, það hittast allir og þar geta menn ráðist á mig og segja við þarfum að harreta þessu eða grípa í einhvern á ganginu og segja hvernig erum við að hringja í píanóstellarann og hvernig erum við að gera þetta og hvernig erum við að gera hitt. Og þá svona oftast fer hádegið svolítið í þetta. Því við erum búum á nokkrum hæðum og mér líður vel hann í horninu mínu. Við segjum oft ef við lifum þessa vika af, þá lifum við alltaf og svo kemur alltaf einhver önnur vika. Það svo fyndið. Það mjög fyndið. En ég meina, þetta var náttúrulega, þeir sem hafa vunnið í sjónvarpi, þeir þekkja þetta. Og þeir sem hafa tekið upp sjónvarpsseríur, þetta náttúrulega, það bara, eða bíómyndir, það bara útileg í mánuð eða eitthvað. Kemur aldrei heim til þín eða eitthvað þannig, sko. Svo það svona ekkert að stutt fyrir mig heim héðan, sko. Svo maður vanur þessu athygli sjálfur sér. Þetta bjargast bara allt ef maður hefur, ef maður hugsar nógu mikið að hafa gott fólk í kringum sig. Og tekur af manni ráðin og völdin þegar maður farin að rugla, sem gerist oft. Sviðsstjórinn og ljóðskáldið, já. Jó, þetta eru svolítið ólíkir kallar, sko. Mörgu leyti held ég. Ég held að ljóðskáldur sé tiltölulega mjög rólegt og situr bara eitt heima hjá sér og líður afskaplega vel. Og enginn hringir og enginn tala við mann og mér líður bara mjög vel þannig. Og það ekki að stjórna neinum. Það alveg svakalega gott. Nema þú ert að reyna að stjórna því að koma einhverjar hugsanir og komið eitthvað á blaðið. Það náttúrulega bara frábært að sitja aleinn og reyna að berjast við að ná einni setningu. Það tekur kannski heilan morgun og tekst kannski ekki. Það það sem svo skemmtilegt. Ég hugsa að þetta sé það skemmtilegasta sem ég hef gert, að sitja og skrifa. Ég held ég hafi byrjað að yrkja ljóð 1982-3. Þetta var kannski svona meira svona sjálfshjálpar dagbók líka, sko. Það var svona kannski svona eins og ég hef alltaf verið svona frekar seinna öllu.
var náttúrulega svolítið fullorðið en ég ætla ekki verið á svipuðu stíi sko eins og fólk gerir bara í menntaskóla þá. Kannski svona, já, svona 5 árum eða 10 árum og eftir. Alltaf verið svona 10 árum og eftir öllu sem ég í hlutum sem ég að gera. Ég var bara að yrkja fyrir skúfunni hann í upphafi og ekkert að hugsa minni útgáfu. Og það kom ekki fyrir löngu seinna. Löngu seinna. Af því að svo datt þetta alveg niður, ég skrifaði ekki neitt í mörg ár. Svona 2006-07, þá svona fór þetta svona aðeins að segja mig. Ég ætti kannski að reyna að safna þessu saman og reyna eitthvað að gera úr þessu. Já, ég held að sko fyrri bókin til dæmis, þannig að Hundgáin, hún var svona öðruvísi þannig að það var svona meira kannski, það var yfir miklu lengra tímabil. Það var náttúrulega bara, þá fór maður í allt sem maður hafði gert og fór að skoða eitthvað að vinsa úr því og reyna að finna út eitthvað svona, tína það til sem maður taldi að væri myndi passa í bók. Viðfangsefnin ekki neitt skipulögð. Þau bara koma, þetta bara dettur inn. Hvíta albúmið. Ég veit ekki hvað var sett í eplavínið þetta kvöld, en þegar hvíta albúmið var spilað á blasti í bústað fyrir austan fjall, bærðist gömul saga. Það kom nefnilega í ljós hvað fuglarnir við Laugarvatn eru tónvissir og vel æfðir, því þegar þeir tóku undir í bíllafuglalæginu varð uppnámið svo mikið að spilarinn stoppaði augnablik af aðdáun. Og kannski hún sönn. Sagan að George Martin hafi falið sig í sumarhúsi á Íslandi og hljóðritað fuglasöngin í laginu, því ef grannt hlustað má greinast litur af 40 ára fjöldasöng sem hljómaði úr seglagerðartjöldunum meðan gamla gufubaðið stóð enn. You were only waiting for this moment to arrive. Ég reyna að hafa svolítið sko bara opin augun og eyrun og ef eitthvað dettur inn að reyna að punkta það hjá mér. Það mjög mikilvægt. Margt hefur komið bara þegar ég að sofna á kvöldin. Ég stundaði það mikið þegar ég var að sofa í staðinn fyrir að lesa á kvöldin. Þá lá ég bara upp í rúmi og skrifaði, bara í stílabók, bara blýanti, bara og reyndi að sko, og mér á stað, og ég held að það sé mjög mikilvægt ef mér fólk að skrifa. Múnt ekki ritskoða þig meðan þú ert að skrifa. Þú mátt ekki, þú verður bara að leyfa því að koma sem kemur. Og ég bara lá í stílabók og skrifaði bara endalaust og reyndi að stoppa ekki það sem var að detta inn. Það rosalega mikilvægt og bara fyrir alla sem að byrja að skrifa, að vera ekki að vanda sig of mikið í upphafi. Þetta svo langur prósess til þess að vera að gefa út bók að þú ert búin að ritskoða þig endalaust þegar það kemur. Og sumt bara datt inn og það var dott inn okkur inn mjög seint, bara alveg þegar maður að sofna kannski 2-3 á nóttunni. Og ef maður hefur ræna á að rífa sig upp og kveikja ljós og skrifa það niður, þá, já, sumt að ég hefur lifað. Við Markarfljót eða Maríukvæði. Þegar ég hugsa þig, kemur svo mikil tíbrá í augun að stóri dímon verður að háu fjalli sem ég flýg á. Leitarmennirnir finna aldrei úr mér svarta kassan.